lið á útsendri dagskrá sem umræða landsleik í lestri, allir lesa. Og fyrstur tekur þar til máls borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það fagnaðarefni að við setjum hér á dagskrá borgarstjórnarfundar verkefni sem kallað landsleikur í lestri og eins og konar vitundarvakning lestur og læsi sem ber heitið Allir lesa. Þetta nafn lýsir ákveðnu markmiði en að sumu leyti þetta líka einhvers konar endurminning veröld sem var þegar að það var engin maður með mönnum nema hann væri með bók og læsi í fagurbókmenntum helst á hverjum degi. En þetta eins og við öll finnum á okkar skinni og í kannski inn á heimilónum ekki jafn sjálfsagður hlutur af daglegu lífi fólks á 21. öldinni. Flestir lesa auðvitað einhvern texta, gjarnan á tölvuskjám en þeim fer fækkandi sem að gefa sér tíma til þess að lesa bækur og það áhyggjuefni ekki bara fyrir rithöfunda og bókaútgefendur heldur líka okkur sem að berum menntun og velferð barna og ungmenna í borginni fyrir brjósti. Mælingar á lestrarárangri gefa til kynna að það sé það bil þriðjungur barna, rúmlega þriðjungur barna í öðrum bekk sem að ekki getur lesið sér til gagns eins og það mælt samkvæmt tilteknum mælikvörðum í lesskimunarprófum sem við leggjum fyrir annan bekk í borginni á hverju ári. Og þegar komið upp í 10. bekk við lok grunnskólans ennþá tæplega 20% barna sem að teljast ekki geta lesið sér til gagns. Nánar tiltekið 27% drengja og 12% stúlkna. Þetta alvarlegt því að ungmenni sem að útskrifast úr grunnskólanum með takmarkaðan lesskilning að þau sitja einfaldlega eftir með lakara veganesti í framhaldsnámi heldur en jafnaldra þeirra og líkurnar á því að þau hverfi frá námi aukast verulega. Þess vegna læsi forgangsmál í skóla- og frístundaráði og fyrir liggur metnaðarfull stefna með áherslu á að efla málþroska leikskólabarna, lestrarfærni og lesskilning þegar að komið upp í grunnskólanum með ýmsum hætti. Þessi undirstöðuatriði lestrar einn af skilgreindum umbótaþáttum skóla- og frístundaráðs sem að mynda í raun og veru forgangsröðun okkar þessi misserin. Það margt framundan í þessu verkefni á næstu mánuðum og ég ætla rétt að nefna nokkur dæmi. Grunnskólakennarar hafa í vetur fengið námskeið stuðningskerfið leið til læsis og það eina breytingunum sem að fylgir þessari stefnumótun að allir grunnskóla borgarinnar munu fá í hendur þetta stuðningskerfi endurgjaldslaust og samhliða því tekin upp skimun strax í 1. bekk til að finna strax þau börn sem eru í lestrarvanda og tryggja þeim viðbótarstuðning. Allir leikskólar hafa skilað áætlunum læsi sem að byggist á læsistefnu leikskólanna lesið í leik. Búið að skipuleggja í samvinnu við menntavísindasvið sérstök námskeið fyrir leik- og grunnskólakennara í borginni, þar sem að fjölmenningastefnan heimurinn liggur til grundvallar. Þar áherslan á kennslu íslensku sem annars máls og virt tvítingi. Fundað hefur verið með Háskóla Íslands varðandi undirbúning slíkra námskeiða sem að lúta beint að málþroska og læsi og fara þau námskeið væntanlega af stað í vor. Síðan undirbúningur í fullum gangi fyrir standsetningu á svokallari miðju máls og læsis en hún mun sinna ráðgjöf, fræðslu og stuðningi við leikskóla, grunnskóla og frístundaheimili á sviði máls og læsis. Þar verður harðskeytt teymi fagfólk sem að mun verða starfsstjóðanum til halds og trausts við að bæta þjónustuna við börn og ungmenni þegar að kemur að þessum málaflokki og sú ráðgjöf og fræðsla reyndar þegar hafin óformlega. Læsis teymi skóla- og frístundasviðs hefur verið stofnað þetta verkefni og þegar farið að vinna út á vettvangi, til dæmis í samstarfi við þjónustumiðstöðvar, svo sem í Breiðholti, þar sem að stendur yfir sérstakt átak í læsismálum. Þetta gefur ykkur nokkrar hugmyndir það sem að framundan í þessu mikilvæga verkefni á komandi ári. Það staðreynd að bóklestur hann hefur minnkað ekki síst meðal ungu kynslóðarinnar og svo lestur sem á sér stað rafrænt annars konar lestur. Hann yfirborðskenndari, hann fátæklegri hvað varðar orðaforða og síður til þess fallin að efla máltilfinningu og lesskilning en lestur bókmennta hér á árum áður. Þess vegna skiptir máli að við stígum fram og hvetjum til lesturs
bókmennta, fræðibóka og ritaðs máls af fjölbreytilegu tagi. Allir lesa prýðileg viðleitni til þess að hvetja landsmenn til dáða í þessa veru. Allir lesa landsleikur í lestri og þessi leikur fer nú fram í annað sinn, að þessu sinni á Þorra og hefst á föstudaginn kemur, 22. janúar á bóndadegi og lýkur á konundeginum sunnudaginn 21. febrúar. Að þessu verkefni standa annars vegar Reykjavík bókmenntaborg og hins vegar miðstöð íslenskra bókmennta. Fyrsti leikurinn var á haustmánuðum 2014 og þá var þáttakan prýðileg, lesnir klukkutíman voru vel yfir 70.000 talsins. Þá má nefna að 400 skólalið voru skráð í leikinn á landinu öllu, af þeim voru 110 í Reykjavík. Keppt var í 3 flokkum, skólaflokki, vinnustaðaflokki og síðan opnum flokki og voru lið úr Reykjavík sem unnu 2 af þessum 3 flokkum. Þegar lesturinn var skoðaður eftir búsetu sátu Vestmannaeyingar í efsta sæti en Reykjavík hafnaði í 22. sæti af 74, reyndar efst af sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu, en fyrir þá sem að hafa keppnisskap í þokkalegu meðalagi þá sýnir þetta að þarna klárlega tækifæri til að gera betur fyrir okkur borgarbúa. Konur reyndust lesa töluvert meir en kallar, en það verður fróðlegt að sjá hvernig lesturinn dreifist í keppninni í ár. Það full ástæða til þess að hvetja Reykvíkinga unga sem manna til þáttöku og það getur gerst með ýmsum hætti. Allir geta tekið þátt í þessum leik með því að stofna eða ganga í lestrarlið og skrá lestur sinn á vefinn allirlesa.is. Þessi lið geta verið stór eða smá, vinnustaðalið, fjölskyldur, vinahópar, lesringir, skólafélagar og svo framvegis. Foreldrar eða afar og ömmur sem lesa með börnum sínum geta til dæmis stofnað fjölskyldulið og skráist lesturinn þá bæði á þann sem lesið fyrir og þann sem les. Það skemmtilegt og fagnaðarefni að það hefur myndast það samstaða hér í borgarstjórn meðal borgarfulltrúa þvert á flokka að taka sig saman og skrá sig til leiks í þennan landsleik og það táknrænt skref sem við stígum leið og við hvetjum sem flesta til þáttöku. Þess má geta að fulltrúar í skóla- og frístundaráði hafa sömuleiðis sammælst að skrá sig til leiks og munu einnig senda lið í þessa ágætu keppni. Auðvitað þetta fyrst og fremst táknrænt að við fullorðnir borgarbúar tökum þátt í leik eins og þessum en undirliggjandi að kjarnimálsins sem að hvetja til aukins lestrar og lesþjálfunar barna og ungmenna af brýnni nauðsyn og gefnu tilefni. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, kjarni málsins þessi, lestur og læsi eru grundvallaratriði í námi hvers barns. Verkefni okkar sem borgaryfirvalda að stuðla að því með öllum tiltækum ráðum að lestur verði eftirsóknarverður og skemmtilegur í augum barna og ungmenna sem alast upp í umhverfi þar sem bóklestur ekki lengur sjálfsagður hluti af daglegu lífi. Allir lesa gott innlegg í þá vinnu. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Björn Blöndal næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég mig langaði bara aðeins að leggja orðið í belg varðandi þennan skemmtilega leik, og ekki kallaða leik, landsleikinn, allir lesa. Það auðvitað þannig að sko til að komast af í vestrænu nútíma samfélagi og reyndar ekki bara vestrænu, víðast hvar heiminn, að þá lestur svona ákveðin forsenda þess að komast af og það að geta lesið sér til gagns náttúrulega algjör nauðsyn og kannski ekki síður að geta lesið sér til gamans. Við erum nú það aldurhnigin flest sem hér erum. Við munum líklega eftir bókinni Góðu gagn og gaman sem var notuð til
lestrarkennslu í barnaskólum á Íslandi langa hríð og þessi titill segir í raun og veru ansi margt. Ekki bara það sem að lestri snýr, heldur bara kannski lífið sjálft. Það mikilvægt að ná að samræma og ná ákveðnu jafnvægi og sameina þessa tvo hluti, gagn og gaman. Það eins og var nefnt hér af borgarfulltrúa Skúla Helgasyni, þá er lestrargeta ungmenna, barna, heldur svona að dvína og sérstaklega þetta lestur bóka, lestur og lestrargeta fer auðvitað töluvert, er eins og svona flestir aðrir hlutir. Þetta er spurning þjálfun, þetta er spurning að halda sér í formi og ef þú lest ekki misserum saman, þá er svolítið átak að fara aftur í gang. Ég hef nú svona í gegnum tíðina lesið mér til gagns og gamans og alveg upp við það að það var mikið og gott bókasafn og mínu heimili þegar ég ólst upp og hef svona í gegnum tíðina við að mér talsverða bókum. Ég hef nú ekki lesið reyndar allar bækur sem ég á en kemst nú vonandi yfir, ég mun reyndar ekki gera það, en ég mun gera mitt besta, ég mun reyna að lesa eins mikið af þeim og ekki. Og það getur svo sem ýmislegt sko, það getur ýmislegt valdið því að þú dettir úr svona ryþma, úr rútínu við að lesa. Ég til dæmis fyrir nokkrum árum þá einhvern veginn vaknaði ég upp við það að hafa ekki lesið bók í bara nokkuð langa tíma. Allt í einu fattaði bara milli jóla, frá jólum til jóla, fyrir nokkrum árum, þá fattaði ég hafði bara ekki lesið eina einustu bók frá því ég kláraði síðustu jólabókina. Og mér varst þetta svolítið skrítið og fór nú að velta þessu fyrir mér og það, sú skoðun leiddi til þess að ég var sem sagt búinn að missa sjónina. Þannig að ég var kominn með svona hrörnunar, sjónin var farin að hrörna vegna aldurs. Það gerist gjarnan upp úr fertugu að þú hættir að sjá, verður nærsýnn, eða fjarsýnn, ég man ekki alveg hvort það er. Þannig ég keypti mig gleraugu á Kastrup-flugvelli og viti menn. Smám saman þá fór mér að ganga aftur að lesa bækur og en það gerðist ekki 1, 2 og 3, það var ekki bara leið og ég sett upp gleraugun þá spændi ég í mig heilu bækurnar. Nei, það var langt í frá. Þetta tók nefnilega talsvert, þetta var svolítið átak sem ég þurfti að fara í og ég opnaði bækur, skáldsögur, ágætis skáldsögur og mér finnst þetta leiðilegt. Ég bara hafði ekkert gaman að þessu og hugsaði með mér hvað allir hættir að skrifa almennilega bækur, hvað rugl er þetta? Þannig að en svo hugsaði ég, þetta er nú ólíklegt, sko, að það hafi bara einhvern veginn á 2 árum bara hafi gæði ritara bóka bara hrunið. Þannig ég greip á það að lesa bara bók sem ég lesi áður og vissi að var skemmtileg og góð. Og mér fannst hún ekkert sérstaklega merkilega. Og þá í raun og veru kviknaði svona, rann þetta upp fyrir mér að þetta er þjálfunaratriði. Það þarf að komast í ákveðin ryþma og ná ákveðinni skynjun á miðilinn til þess að ná að njóta hans. Þannig að til dæmis svona lestrar átak það sem að krakkar 10, 12, 13, 14, 15 ára krakkar það er sagt, nú klárar þú bara eina bók
og þá mun töfra heimur bókmenntanna opnast fyrir þér. Það er náttúrulega ekki að fara að gerast þannig, sko. Það eru bara draumárar. Það sem að gildir í þessu er að halda rytma. Og kannski ekki að tróða því ofan í kokið á krökkum að segja þeim, jú, bækur eru skemmtilegar og þú munt komast að því og nú lest þú bara í 15 mínútur og þá verður allt í góðu lagi. En enga síður þá skiptir það samt máli að halda svona pressu, að láta krakka halda lestri að þeim og auðvitað mikilvægt að reyna að svona átta sig á því hvar áhugasvið þeirra liggur og velja bækur fyrir þau í takti við það. Því að það er auðvitað þannig að það er gríðarlega mikið til af skemmtilegum bókum fyrir börn og unglinga. Og samaskapi, sko, það er náttúrulega oft verið, það er auðvitað mikið hræðsla eða svona það er ákveðin ótti sem er mjög eðlilegur það að íslenskan sé svona deyjandi tungumál. Við erum auðvitað örfáar hræður sem að lesa þetta og mest að furða hvað við höfum haldið þessu máli lifandi og það er auðvitað ekki átakalaust, það er heilmikil vinna sem liggur þar að baki. En til dæmis krakkar sem að núna alast töluvert mikið upp í svona ensku mælandi raunveruleika, þú veist, það er allt í lagi að þau líka lesi bara bækur á ensku eða þeim tungumálum sem þau skilja, dönsku eða, já, það er kannski ekki margir nú líka sem skilja dönsku, en allt í lagi að ef það er eitthvað sem vekur áhuga þeirra þó það sé ekki á íslensku, þá finnst mér mikilvægt og ég held að það sé nú línan svona almennt að það skipti ekki öllu. En ég hlakka nú til að taka þátt í þessum landsleik. Ég er einmitt að lesa núna, ég reyndar eitt sem að sko eftir að ég eftir að þetta með sjónmissin, sko, eftir að það kom til að þá hef ég svona heldur, ég var nú svo sem aldrei neitt rosalega hraðlæs, sko, margir vinir mínir geta spænt upp bókum bara á einhvern tíma. Ég hef nú alltaf þurft svolítið meltingatíma og hann hefur nú heldur aukist eftir ég fór að nota gleraugun. Þannig að þetta tekur allt sinn tíma. Ég er nú að lesa núna einmitt ansi skemmtilega bók sem kom út fyrir jólin, sem er Geirmundar saga Heljarskinns, sem er svona, já þetta er sem sagt svona nútíma fornsaga, skrifuð á forníslensku og listavel skrifuð að mörgu leyti. Gríðarlega langur formáli, það tók mig dálítið marga daga að komast í gegnum hann, en þegar ég komst yfir þann múr sem að mér fannst reyndar á tímabili að væri að verða ókleifur, þá náði ég ágætis flæði í þessu. Og það er ennþá enn eitt dæmi það maður má ekki gefast upp, sko. Og það er annað sem að þetta lestur bóka líka, það sko, hann í raun og veru hjálpar manni svolítið að temja sér ákveðna þolinmæði og gagnvart verkefnum, að því að í hinum svona vinsælli miðlum dagsins í dag eins og sjónvarp og tölvum og svona, þá gerist allt svo rosalega hratt og það er bara orðið þannig að nú er til dæmis verið að sýna sjónvarpsþáttaröð íslenska í sjónvarpinu, Ófærð heitir hún og það er margir sem að ég hef séð svona einhverju að tjá sem finnst þetta að vera þunglamalegt og styrt og svona en það sem ég held að sé í gangi það er ákveðið stílbragð, það er sem sagt ekki klippt á þessum ofsahraða sem oft einkennir þessa sko þennan miðil í dag, heldur er sem sagt augnablikinu gefið smávegis andrými og upplifun er bara svo, þetta er bara styrt, það er ekkert í gangi, það er ekkert að gerast. Og bókin má aldrei ná því að hún verði bara sko,
hún verði bara einhvern veginn eins og hraðkliftur hassamyndaflokkur. Annað dæmi, það er til dæmis ég las í fyrra ágæta bók Ófeig Sigurðarsonar, Öræfi, sem var að mörguleyti snildar vel gerð og skrifuð bók. Og það sko heldur betur hægt að tala að þar sé augnablikinu leyft að lifa, ekki bara sko í nokkrum síðum, heldur tugum síðuna. Og það sama, það svolítið svona, það krefst ákveðnar einbeitingar og svona reynir aðeins á hugan að halda fókus á viðfangsefni. Þannig að, já, ég ætlaði nú ekki svo sem að tala svona lengi, maður gleymir sér nú stundum hérna, en ég hlakka bara, ég ímynda mér að við munum stofna hér einhvers konar lið í þessum landsleik og vona að það verði þá tilkynnt hér, hvert liðsnafnið og annað slíkt. Og ég í það minnsta stefni á að klára þessa bók hann Geirmund, sem nú reyndar 8-legur deli, en allt í lagi með það, skemmtilegur mörgu leyti. Og finn svo vonandi einhverjar fleiri spennandi bækur. Já, held að það sé bara gott í bili. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið máli sínu. Þá er Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi næsta mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Mér finnst þetta frábært framtak. Ég hlakka til að taka þátt í þessu. Ég hef mjög gaman að lesa. Það var svo heppin að var alltaf lesið fyrir mig sem barn á kvöldin. Alls konar bókmenntir og ég hef reynt að halda því fyrir börnin mín og lesa fyrir þau á hverju kvöldi, þannig að því með ekki láta ykkur bregða þó að á lista yfir lestrarefni borgarstjórnar, ef það verður tekið saman verði ýmsar bækur sem kannski ekki telja til við hæfi fyrir þannan hóp. En þetta er alveg rétt sem að borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal kom inn á, að eftir því sem maður les meira, því þjálfast maður meira í að lesa, því hraða les maður og því meira skil maður af því sem maður les. Þannig ég held að svona átak eða svona liðasöfnun og hvatning til lesturs sé einmitt geti skilið svo mikið eftir áfram með fólk svona vensti að lesa og næri upp taktinum. Þannig að ég vona bara okkur gangi vel og teka sjálfsögðu fullan þátt í þessu átaki. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu. Þá er Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi næstur á mælendaskrá. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Ræða S.B. Blöndals kom mér í smá bókmenntastöð og það reyfjaðist upp fyrir mér að heldur bara 2 kvöld síðan að ég ákvað að fara ekkert á Facebook, ekkert á neitt tölvudót og ekkert á sjónvarpsdót. Heldur lagðist upp í sófa og byrjaði að lesa bók sem eru endurminningar gamallar þýsk-litáískarar bóndakonu sem að lifði af ótrúlega þrengingar í Austur-Prússlandi sem að þá hét, eða Memel héraði. Og skrifaði þýskri blaðakonu sem heitir Ulla Lachauer. Ótrúlega saga, ótrúlega hetjusaga af bara svona alþýðukonu, dásamleg bók. Og og ég stóð upp úr sófanum 3,5 klukkustund síðan og var búinn að lesa bókina. Og þetta var ótrúlega gæðastund að einhvern veginn að klippa út allt þetta áreiti sem að kemur í gegnum þessa annars ágætu samfélagsmiðla. Ótrúlega svona hugaró og ferðast í huganum einhvern veginn á eigin forsendum inn í þennan horfna heim. Mæli mjög sterklega með þessari bók. Ég mæli líka með bók sem að koma út í lærdómsritaröðinni og eru endurminningar konu sem hét Alína Margólis Edelmann, ef maður rétt. Það er pólsku læknir að gyðinga ættum og það er nýbúið að þýða þessa bók, endurminningar hennar. Hún var barn í gettóinu í Varsjá, lifði það af
með einhverjum ótrúlegum hætti, eða reyndar, og hún var ótrúlega útsjónasama móður sem að sá til þess að hún lifði af. Líka mögnuð bók að lesa, og að því hún lýsir þessu, hún skrifar þetta þegar hún er orðin fullorðin, en lýsir öllum þessum hörmungum út frá sjónarhóli barnsins. Og það sem er reyndar skelfilegt í þessa bók er það að það sýnir manni sem ég vissi ekki hvað var ofboðslega útbreitt gyðingahatur í Póllandi. Skelfileg saga, en jafnframt dásamleg, þessi saga eftir hana Margólis Edilmann. Og mæli með henni, og svo mæli líka með tveimur öðrum þýðingum. Það er annars vegar Svo þú villist ekki í hverfinu hér, þýðing Sigurðar Pálssonar á bók eftir Nóbelsverðlaunahöfundinn Patrick Modiano, dásamlegur höfundur. Og svo er það bók eftir Ítalan Italo Svevo, Svo þú villist ekki í hverfinu hér, sem er líka nýþýdd og hefur verið kölluð fyrsta postmoderníska skáldsaga, dásamlega fyndin og skemmtileg. Þetta eru 4 bækur sem ég er búinn að lesa síðastliðinn mánuð og mæli mjög mikið með þeim öllum og hef sjálfur reynslu af því að líka í atinu sem við erum í hérna í borgarstjórninni að þá er það ótrúlega gott að henda sér upp í sófa og lesa eitt stykki bók. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Skúli Helgason næstur á mælendaskrá, eða hvað? Kannski grein fyrir bókun? Forseti, borgarfulltrúi, ég hef ekki beðið orðið en ég geri þetta bara það sem mér er sagt og þakka fyrir þessa góðu umræðu bókmenntirnar. Það er eins og ég segi tákgrænt og mikilvægt að við stöndum okkar plikt, bara svona sem hvatning, en það er ennþá mikilvægara að við munum eftir börnunum okkar og barnabörnum ef að þau eru til og við séum svona lifandi fyrirmyndir. Tökum þau með okkur undir vendavængin fyrir svefnin og lesum með þeim bækur eða að degi til eða helgar eins og gengur. Því þetta snýst eins og hér hefur komið fram í prýðilegri umræðu ekki síst þjálfun og það er of mörg börn í lélegri þjálfun þegar kemur að lestri og við þurfum að passa upp á að snúa þar vörn í sókn. Síðan boða ég hér bókun sem við myndum fara yfir síðar. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu og þá er umræðu lokið en boðuð hefur verið bókun sem er í vinnslu vonandi af hálfu allra flokka. Þá er komið að 5. lið á útsendri dagskrá sem er umræða fyrirhugaðar byggingar á